Klara Pálsdóttir. Við erum að hefja þetta fund sem að ber yfirskriftina Er líf eftir dauðan? Og þetta ein af grundvallarspurningum sem að varða kristnina og kannski trúarbrögð almennt. En nú ætlum við að bara byrja að biðja fyrir stundinni. Já, Drottinn, ég legg þennan lestur og þessa bæn í þínar hendur og ég legg hverja einustu manneski sem hér að hlusta eða horfa í þínar hendur, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að vinna stórkostlegt kraftaverk í lífi, heilsu og hjarta hverjar einustu manneski sem hér í kvöld. Í Jesú nafni þakka þér fyrir að þú heilagur andi ert hérna á meðal okkar og þú ætlar að lækna í kvöld. Þú ætlar að leysa í kvöld. Þú ætlar að vinna kraftaverk í líf okkar í kvöld í Jesú nafni. Amen. Amen. Og eins og við vitum öll að þá lifum við hérna mjög stuttu lífi á meðan við erum hérna á jörðinni og lífið okkar hérna á jörðinni það líður hratt hjá. Líkaminn okkar og allt þetta efnislega, allt þetta jarðneska forgengilegt. Getur dáið, getur eyðst, tortímst, mun eyðast, mun tortímast. Og hvort sem við erum trúuð eða trúlaus eða erum ekki alveg viss, að þá brennur þessi spurning og hefur brennt á hverju einasta mannsbarni sem hefur verið uppi frá upphafi sköpunar. Er líf eftir dauðan? Og vísindamenn hafa eytt fjöldamörgum árum og miklum tíma í rannsóknir á þessu efni og við höfum öll heyrt sögur af minningum ungra barna frá fyrri lífum. Við höfum heyrt sögur af fólki sem hefur dáið og lifnað aftur við. Við höfum heyrt sögur frá fólki sem hefur til þess að hafa séð sýnir, jafnvel af himnaríki, af helvíti og lýst því og sagt frá því með nákvæmum hætti. Og flest trúarbrögð að minnstu kosti reyna að svara þessari spurningu að einhverju leyti. Múslima til dæmis trúa því að ef að þú ert nógu góður eða nógu góð og lifir mjög fullkomnu lífi, fylgir öllum reglum sem Allah hefur sett, að þá munur þú geta komist inn í himnaríki eins og þeir kalla paradís. En ef þú syndgar, þá ferðu beint til helvítis og þeim stað lýst sem staði þar sem þú brennur í eldi og þjáist í eilífum bruna og refsingum. Og samkvæmt Kóraninum, sem trúarrit þeirra sem aðhyllast Íslam, að þá lífið hérna á jörðinni prófi sem við þurfum að taka fyrir eftirlífið. Og ef þú fellur, þá helvítisvistin það sem bíður þín í eilífinni. Og hindúar til dæmis, þeir halda því fram að sálin haldi áfram að endurfæðast inn í nýja líkama aftur og aftur og aftur þar til að við náum að læra það sem við þurfum að læra og sálin kemst á eitthvað svona æðra stig. Og æðsta stigið, það getur mögulega leitt til einhvers konar sameiningar við skaparann, en ef við höldum áfram að klúðra, syndga og gera hluti af okkur, að þá getum við þurft að þola refsingar og jafnvel endurfæðst inn í þessa jörð sem einhvers konar dýr. Og þannig getum við verið föst samkvæmt þessum trúarbrögðum einhvers konar hringiðu endurfæðingar inn í líf hér á jörðu aftur og aftur og aftur í hundruð, jafnvel þúsundur ára. Þannig allir þungi settur á gjörðir okkar og hegðun og hvort að við höfum verið nógu góð eða nógu heilög eða nógu flekklaus til þess að komast inn í himnaríki Guðs eða á næsta stig. Og ég hef tekið eftir því að það gríðarlega algengt í dag, líka meira sem meðal kristinna manna og líka sérstaklega meðal þeirra sem eru kannski trúlausir, að fólk trúi því að hvort að það komist inn í himnaríki eða ekki fari eftir því hversu góða manneskjur viðkomandi hefur verið. Ef við erum fullkomin, lifum hérna óflekkuðu lífi, förum eftir öllum boðum og reglum Guðs, syndgum aldrei, að þá getum við komist inn í himnaríki Guðs. Og þá veltir maður fyrir sér ef þessu væri þannig háttað, hver væri þá að fara að komast inn í himnaríki Guðs? Hvaða manneskja hefur aldrei syndgað, aldrei gert neitt rangt, lifað algjörlega flekklausu lífi, aldrei logið, aldrei girnst konu eða eiginmann náungans? Hver hefur heiðrað föður sína og móður ávallt og í hvívetna, fylgt Guði heilshugar á öllu hjarta, aldrei haft skurðgoð eða neina hjákviði í hjarta sér, allt sitt líf,
aldrei verið eigingjar, sagt meiðandi, særandi hluti, aldrei hafna Guði að neinu leyti, aldrei komið illa fram, aldrei svikið neitt, aldrei stólið, aldrei dæmt nokkurn mann. Ef að himnaríkisvist okkar færi eingöngu eftir verkum okkar, að þá væri enginn að fara að komast inn í himnaríki. Og við sem erum kristin og eigum trú á Jesú Krist, son Guðs, þessar öðruvísi farið með okkur. Okkar himnaríkisvist ekki bundin við hegðun okkar og gjörðir, heldur trú okkar á Jesú Krist, son Guðs. Og þetta algjört grundvallar atriði í kristinni trú og við verðum að vita þetta og við verðum að þekka þetta og við verðum að kunna þetta. Við erum hólpin fyrir náð Jesú Krist, fyrir trú okkar á hann. Og eitt af því sem ég teki eftir, sérstaklega þegar ég að tala við þá sem að þekki ekki Jesú Krist eða trúi ekki endilega á Guð eða trúa á æðri mátt óskilgreindan, að margir halda að sé til margir guðir. Að Guð Biblíunnar, hann bara svona einn af mörgum guðum, það þarna Allah og þarna Guðir hindúisman og það jafnvel Búdda og sumir trúa því að hann sé einhvers konar Guð. Og að við sem mannfólk, við getum bara valið okkur þann Guð sem að við tengjum mest við eða sem að hentar okkur best og þá bara förum við undir hans ríki. Og það á líka við það hvort við förum inn í himnaríki eða til helvítis. En það ekki það sem að Biblían kennir, sem orð Guðs, sem viska Guðs. Það bara einn Guð til í veröldinni og það Guð Biblíunnar. Það Jesús Kristur. Og það talað í Biblíunni að Guð í rauninni 3 persónur í einum Guði. Það einn Guð en hann 3 persónur og það Faðirinn, það Sonurinn sem Jesús Kristur og svo heilagur andi sem andi Guðs. Og samkvæmt Biblíunni bæði himnaríki og helvíti vissulega til og það bara ein leið inn í himnaríki Guðs. Það að trúa því að Jesús sé Guð og taka móti honum inn í líf sitt. Og þetta rauði þráðurinn í kristinni trú. Þetta það sem skiptir meira máli heldur en allt annað. Þetta frum tilgangur mannkynsins hér á jörðinni. Frum tilgangur hverjar einustu mannesku að stíga þetta skref til þess að komast inn í himnaríki Guðs af því að það sem gerist eftir lífi hérna. Ég ekki að segja að lífi hér á jörðinni sé ekki mikilvægt og skipti ekki máli. En ég að segja að eftir lífið, það sem gerist eftir þetta líf hér á jörðinni, það það sem skiptir miklu meira máli. Og það það sem að Guð að horfa á fyrst og fremst. Auðvitað vill hann hjálpa okkur að vera heilbrigð og eiga gott og ríkt líf hérna á jörðinni, en hann miklu meira að horfa á lífið í eilífðinni. Þetta bara stutt pínulítið líf sem við eigum hérna á jörðinni og síðan öll eilífðin eftir. Og hvaða ákvarðanir við tökum hérna á þessari jörð skipta grundvallar atriði fyrir það sem að kemur í framtíðinni. Og þá getum við spurt okkur, en af hverju eigum við að nota Biblíuna sem heimild? Af hverju eigum við að styðjast við hana? Af hverju eigum við að vera að lesa í Biblíunni? Og ég tek aftur sem dæmi þegar ég fer í trúboð sem ég geri oft til dæmis á föstudagskvöldum, líka bara í mínu daglega lífi og þá ég að taka samtali við fólk og þá fólk að spyrja mig til dæmis af hverju ég lesa Biblíuna, af hverju ég ekki lesa Kóraninn, af hverju ég ekki lesa eitthvað annað trúaritt, þú veist, eins og það sé bara sjálfsagt val að velja eitthvað annað fram yfir hitt, en málið það að það ekkert rit og engin bók til í veröldinu sem kemst nálægt í að vera eins og Biblían og það svo mikilvægt að við höfum eitthvað til þess að styðjast við, til þess að fá okkar gildi, okkar lífsreglur, okkar leiðsögn, að fá visku og speki eitthvað til að miða við hvað rétt, hvað rangt, hver tilgangur lífsins, hvernig getum við komist inn í himnaríki Guðs, hvað gerist eftir að við deyjum. Og það nákvæmlega það sem að Biblían gefur okkur og Guð orðið, það segir í Biblíunni, Guð orðið, Guð viska, Guð speki og Guð tilgangur. Og allt þetta gefur hann okkur bæði beint en líka óbeint, til dæmis í gegnum orðið sitt. Og ef við höfum ekki visku Guðs, þá höfum við enga visku.
og við sjáum það bara í heiminum í dag. Við sjáum hvað þessi svokallaða viska heimsins, hvernig hún og þessar mannakenningar og alls konar kenningar sem að flæða og alls konar ismar sem að fólk að aðhyllast af því að það hefur ekki visku Guðs, af því að það ekki grundvallað í orði Guðs. Og langstærsti hlutin af visku heimsins almennt bull og afvegaleiðing frá hinum eina sanna Guði, sem Jesús Kristur og orðið í Biblíunni. Og allt sem við þurfum og allt sem við þörfnumst, það fáum við frá Guði. Og allt sem við þurfum að vita, það fáum við úr orði Guðs. Og mér langar til þess að bara taka sem svona áhugaverður samanburður. Ef við berum saman Biblíuna, af því við ætlum að segja, ef ég ætla að styðjast við Biblíuna sem mína visku og mína speki og þá heimild sem ég ætla að byggja líf mitt á, að þá gott að skoða hvers eðlis Biblían og við berum hana bara saman við Kóraninn sem held ég mest lesna trúaritið og eftir Biblíunni, að þá má nefna það að Kóraninn, hann var skrifaður 600 árum eftir að Jesús Kristur gekk á jörðinni og dó á krossi. 600 árum eftir Jesús Krist þá var Kóraninn skrifaður. Og Kóraninn hann á að vera opinberun og orði Guðs til Múhammads sem spámaður Allah í gegnum engilinn Gabriel yfir 23 ára tímabil. Það var 23 ára tímabil sem að Múhammad átti að fá opinberuna Kóraninn. Og eftir að Múhammad deyr þá bókin, tekur 2 ár að setja saman bókina af einhverjum kalifat sem hét Abu Bakr og það gerðist árið 632. Þannig að og það alveg magnað hvað þetta trúarit mikið lesið og hvað hefur haft mikil áhrif á fólk. En ef við skoðum Biblíuna, þá hins vegar talið að elstu bækur hennar hafi verið skrifaðar fyrir 3.000 til 4.000 árum síðan. Löngu áður en að Jesús Kristur gekk á jörðinni voru elstu bækur Biblíuna skrifaðar. Það eru 66 bækur í Biblíunni og yngstu bækurnar voru skrifaðar fyrir það bil 2000 árum. Og Biblían skrifuð á 1600 ára tímabili af 40 mismunandi höfundum í 3 mismunandi heimsálfum og hver einasta bók í Biblíunni með sama boðskapinn og það frelsun sálarðinnar í gegnum Jesú Krist sem drottinn. Jesús Kristur sem var krossfestur og deyddur fyrir okkar syndir, reistur upp frá dauðum á 3. degi í þeim tilgangi að við getum endurfæðst og fengið öðlast inngönguna inn í himnaríki Guðs sem megin markmið Guðs fyrir alla sálir á jörðinni. Það ekki séns að einhver einn maður hefði nokkuð tíma getað skrifa Biblíuna. Það ekki hægt. Það hefði aldrei getað gerst. Og það eru spádómar í Gamla testamentinu Krist sem voru skrifaðar 1000 árum áður en hann kom til jarðarinnar og gekk á jörðinni. Múhammad hins vegar var einn maður sem að hans sögn fekk opinberanir Kóraninn á 23 árum. 600 árum eftir Krist. Þetta bók sem einn maður skrifaði. Ég hefði getað skrifað þessa bók. Einar hefði getað skrifað þessa bók. Þú hefði getað skrifað þessa bók. Hugsið ykkur. En ekkert okkar, ekki einu sinni, ef við myndum öll hérna sem erum hérna inni, taka okkur saman, hefði nokkuð tíma getað skrifað Biblíuna. Og Biblían líka mest selda bók í heimi og hún hefur verið mest selda bókin frá upphafi skráningar. Á hverju einasta ári allan heim þetta metsölubók og í fyrra voru gefnar út 80 milljón eintök af Biblíunni. Og það verið að tala það í dag að sala á Biblíunni stór aukast allan heim. Þannig að bækur sem eru skrifaðar fyrir 1000 árum síðan og þær eiga ennþann dag í dag erindi í okkar daglega líf. Við sem erum lifandi og upp árið 2025, þær eru ennþá að umbreyta lífi milljónir mannum allan heim enda orð Guðs og viska Guðs tímalaus. Og orð Guðs eilíft og það engin bók sem kennst nálægt Biblíunni.
og það mun aldrei gerast nokkuð tíma framar. Og við þurfum að spyrja okkur, ef að það einhver hérna inni sem ekki að lesa í Biblíunni, hverju gæti þú verið að missa af? Ég hvet þig til þess að byrja að lesa í Biblíunni, ertu ekki að lesa í Biblíunni, við Einar erum að fara að setja saman biblíunámskeið fyrir þá sem að lesa lítið eða hafa aldrei lesið í Biblíunni og vilja byrja að lesa meir í Biblíunni. Ég bara hvet ykkur til þess að fylgjast með því inn í grúpunni og á netinu. Og þegar Jesús gekk á jörðinni þá sagði hann beinlínis í Mattheus 24:5, varist að láta nokkurn leiða ykkur í villu, margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur, ég Messias, og marga munu þið leiða í villu. Við þurfum að passa að það sé ekki verið að leiða okkur í villu. Það er rosalega margir sem hafa leiðst í villu. En þegar þú skoðar uppruna þessara rita og eðli þeirra, þá er svo ofboðslega augljóst hvað kemur frá Guði. Hver bókin hefði eingöngu geta orðið til fyrir kraft og fyrir tilstuðlan og fyrir vilja Guðs. Og þannig að við styðjum okkur við Biblíuna sem okkar heimild, af því að það er orð Guðs. Og við sem erum kristin og trúum á Jesú höfum öðlast fagnaðarerindi sem er frelsun sálar okkar fyrir það verk sem Jesús vann á krossi. Það hvílir líka á okkur að vera virkir limir á líkama Krist og segja öðrum frá. Taka samtalið við aðra, sá fræjum. Vera tilbúin að biðja með fólki, vera tilbúin að ræða við fólk Jesús, Guð, Biblíunni. Það skiptir rosalega miklu máli. Við viljum bera ávöxt í Guðs ríkinu en ekki bara vera þiggjendur. Gefum, biðjum og þjónum, stígum inn í óttan og tökum samtali Guð og Biblíuna og Jesús við vinnufélagann, við fjölskyldumeðliminn, við hárgreiðslukonun okkar, við fólk sem við hittum út í bæ, frekar en að tala gagnslausa hluti eins og til dæmis veðrið eða stjórnmál. Og þegar við stígum út í trú, þá kemur kraftur heilags anda og starfar í gegnum okkur. Það er þannig og við erum að sá fræjum. Og það er eitt sem að Einar hefur stundum nefnt. Af hverju finnst okkur vandræðalegt að tala Jesú stundum? Eða vandræðalegt að tala Guð við fólk? Og svarið við þessar spurningur er einfaldlega það að því að djöfullinn vill að það sé vandræðalegt svo að enginn gerir það og enginn þorir því og fólk hverfi frá því. Og djöfullinn vill það að því að hann vill ekki að sálir frelsist. Hann vill ekki að sálir Guðs, börn Guðs, komist inn í Guðs ríki. Af því að hann veit að það er það sem að skipti Guð meira máli heldur en allt annað. Svo er þetta bara erfitt fyrst. Svo þegar maður byrjar að gera þetta aftur og aftur og aftur og maður heldur áfram, þá verður þetta auðveldara. Ég fór til tannlæknis daginn. Ég er búin að vera með sama tannlækni frá því ég var barn. Og ég endaði á að biðja fyrir tannlækninu mínum af því að hann var að klíma við bakverk. Og þetta var bara inn á miðri tannlæknastofu. Og svo lét ég hann fá spjald með frelsisbæninni og sagði hann frá hvað myndi gerast þegar hann bytti þessara bænar og ég lét hann fá svona lítinn mini Jesús eins og við höfum verið að dreifa. Og hann var bara, hún fannst það æðislegt. Og það er allt í lagi þótt að sumum finnist við vera skrítin. Eða hvað með það þótt einhver segja, heyrðu, ég hef bara ekki áhuga að tala Jesús, bara, sorry. Þú veist, það er ekki verið að hafna þér eða mér, viðkomandi hann er að hafna Jesú. Það er þannig. Þannig að þetta er ekki persónlegt. Og ímyndum okkur ef að systir þín eða bróðir þinn eða besti vinur þinn eða vinkona, frændi eða frænka væri búin að týna barninu sínu. Væri búin að týna litla barninu sínu einhvers staðar úti og það væri bara rosalega leit, örvæntingafull leit að barninu, bara út allt, bara á okkur risastóru svæði hérna á Íslandi. Myndir þú hjálpa til? Myndir þú fara í gult vesti, fara út í skóginn, leita, kalla, hringja í alla sem þið dytti mögulega í huga að hringja? Myndir þú fara á Facebook og auglýsa, setja mynd af barninu, auglýsa eftir barninu, setja upp símanúmer? Myndir þú aðstoða og gera það sem þú mögulega gætir til þess að
hjálpa þessum nákomna við að finna týnda barnið. Og á meðan þú værir að aðstoða, værir að hafa áhyggjur af því ef einhverju fyndist þú skrítin, einhver myndi ekki vilja tala við þig, einhver myndi jafnvel ekki trúa þér þegar þú verður að reyna að útskýra fyrir því hverju þú verður að leita, hvað þú verður að reyna að gera. Eða væri þig bara nákvæmlega sama því þú vissir í hjartar að það verk sem þú verður að vinna væri miklu mikilvægara heldur en hvað einhver er að hugsa eða hvað einhverjum öðrum finnst eða hvað álit einhver manneskja myndi mögulega hafa á þér eða því sem þú verður að gera. Og þá langar maður að spyrja, hvað með Guð og hans týndu börn? Erum við tilbúin að hjálpa Guði að finna hans börn og hjálpa þeim að komast í öruggt skjól? Hvað getum við gert til að hjálpa Guði að finna hans týndu börn? Við erum hólpin, við sem höfum tökum út í Jesú. Okkar sál er örugg. Við erum örugga himnaríkisvist, en það er fjöldinn allur af sálum þarna úti og Guð er með áætlun og plan fyrir hverja einustu sál og hann er búinn að ryðja öllu öðru til hliðar til að ná í börnin sín inn í Guðsríki. Þannig að við spyrjum okkur, hvað getum við gert? Númer 1, 2 og 3, við getum beðið. Við getum beðið daglega fyrir því að allar þessar týndu sálir komist inn í ljósið og finni Jesú Krist. Við biðjum daglega fyrir því. Við biðjum fyrir öllum þeim sem enn eru ófrelsaðir, fyrir öllum þeim sem hafa ekki tekið á móti Jesú að þeir megi finna Jesús Krist. Númer 2, við getum tekið samtalið og sáð fræjum. Bara sagt frá því hvað Jesús hefur gert fyrir okkur. Hverju það breytti í okkar lífi að finna Jesú Krist eða eiga hann í okkar daglega lífi. Og hérna langar mig til þess að bara nefna eitt að frelsisbænin er á netinu og hún er bæn sem að við getum öll lært utan að. Og þegar við erum búin að taka samtal með Guði og við kannski spyrjum, langar þig til þess að stíga þetta skref, viltu taka á móti Jesú og eignast þetta líf? Kannski segir einhver já og þá þurfum við að geta beðið fyrir viðkomandi, beðið með viðkomandi. Og þá er gott að vera og fyrst þegar ég var að byrja að gera þetta fyrst, þá var ég með spjald með frelsisbæninni, alltaf í veskinu. Og það var magna hvað voru margir sem voru bara, já ég vill þetta, ég fór að gera þetta á skrifstofunni, í vinnunni minni. Fólk var að koma til mín í einkatímana og það var bara nánast allir sem vildi taka á móti Jesú. Þetta var svo magna, það var svo mikill kraftur og mikill náð þegar ég fór inn í þetta hugafar. Að hjálpa Guði að sækja týndu börnin sín og það segir í Biblíunni þegar ein sál frelsast og tekur á móti Jesú þá er fögnuður á himni, þá er Guð og allir englarnir að fagna í himnaríki. Þetta er svo mikilvægt. Það skiptir svo miklu máli. Og við erum óhrædd við að taka dýpra samtal. Við þurfum ekki alltaf að vera hérna bara að snakka í einhverju innihaldslausu hjali. Það er líka heldur ekki að gefa okkur neitt í raun og veru. Amen. Og hvert nei sem kemur er ekki nei heldur, bara ekki alveg strax. Ok, það er ekki nei, það er bara ekki alveg strax, kannski næst. Þannig að við hugsum líka þannig. Og mér langar að segja sögu sem að Einar sagði mér, það var einhver gömul kona, hvar var það, í Noregi eða Svíþjóð? Já, það var í Skandinavíu. Já, það var gömul kona, þetta er sönn saga í Skandinavíu sem var í einhverjum pínulitlum bæ. Og svo bara var eftir hún dó sem að vakningin kom. Já, það var þannig sérst að þetta var í einhverjum bæ, svo kom einhver predikari og það var að halda samkomur og það var mikill fjöldi sem gaf Jesú líf sitt. Og svo dóði gamla konan, ég held man ekki hvort það var ég held að það var eftir samkomuferðina og þá var verið að skoða eigur hennar og þá fannst bænalistin hennar. Fólk sem hún hefði verið að biðja fyrir í mörg ár. Það var sama fólkið og hafði gefið Jesú Kristi líf sitt í þessari vakningu. Amen, hugsið ykkur. Ein gömul kona að biðja fyrir fólkinu sínu og bara fólki í bænum og hennar, út af hennar bænum þá kom vakning og allar þessar sálir frelsust. Þetta
þetta skiptir rosalega miklu máli hvað við getum gert mikið fyrir Guðsríki bara til dæmis með biðja fyrir því að sálir frelsis. Biðjum fyrir því að þegar ég fer út í búð, þá ég stundum að biðja bara fyrir fólki í búðinu og ég bara að lýsa því yfir að þessir einstaklingar taki á móti Jesú Kristi og þessar sálir frelsist og bara Jesús viti þeirra í draumi eða þú veist, bara hvað sem þú veist, af því að það bara ekki bara þá erum við að vinna og sá í Guðsríkinu, heldur líka þá er Kristur að koma inn í hugafarið okkar og inn í hjarta okkar og það bara hreinsast út alls konar skítur. Stundum erum við í búðinni og við erum bara að hugsa mvandamálin eða erfiðleikana eða gömul áföll eða eitthvað gamalt rifrildi. Það ekki að gera okkur neitt gott. En þegar við förum út í búð og við erum með þetta hugafar, þá kemur bara kraftur Guðs inn í okkur. Og það stórkostlegt. Og þegar við erum að biðja í andanum og við fókusum á hann og hans ríki, þá sér Jesús okkur. Og hann sér að við fáum allt sem við þörfnumst að auki. Amen. Við ætlum að fara yfir nokkur vers sem fjalla himnaríki og helvíti í Biblíunni og það fjalla hvort tveggja og í Opinberunarbókinni, sem síðasta bókin í Biblíunni, 21. kapla 8. versi, það segir nýr himinn, ný jörð. Og þetta til dæmis ástæðan fyrir því að ég hef aldrei verið með loftslagskvíða. Það bara segir í Biblíunni að þessi jörð sem við lifum á núna, henni verður eitt og Guð mun skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og hérna segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki lengur frama til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði sem skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði, sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðinn mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið. Og þarna verið að lýsa tjaldbúð Guðs eða Guðs ríkinu, sem staður, það sem ekkert myrkur, engin þjáning, engin kvöl, það bara eilífur friður, eilífur kærleikur, eilíf hamingja, þar sem við göngum með Guði og eigum náið og fallegt samfélag með hann, þar sem við lifum í okkar daglega lífi með Guði. Og á fleiri stöðum í Biblíunni þá himnaríki lýst sem stað þar sem við búum í húsi föður okkar í höll og með honum og Jesú alla eilífð. Og hins vegar helvíti lýst í Biblíunni á ýmsan hátt sem eilífri glötun, eilífu myrkri, tortímingu í eldi með djöflinum og öllum hans vættum, logandi eldstíki, eilífri refsingu, en þar engin Guð. Og það bara staður sem við viljum ekki lenda á og við viljum ekki að nein sál farið þangað. Og hérna segir áfram í Opinberunarbókinni 5. versið, sá sem í hásætinu sat sagði, og það drottinn, sjá, ég geri alla hluti nýja, og hann segir, rita þú, því að þetta orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það framkomið, ég alfa og omega, það upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera mitt barn. Við verðum Guðs börn. En staður búinn í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúum, viðurstyggilegum og manndrápurum, frillilífsmönnum og töframönnum, skurgoðdýrkendum og öllum leigurum, það hinn annar dauði. Og þarna verið að vísa í þennan stað sem helvíti. Staður í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini. Svo segir í Mattheus 10:28, þá Jesús að kenna og hann segir, hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnur að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Og það sem gerist, þetta ekki 100% skýrt í Biblíunni, en lýsingin sú að þegar að Jesús kemur tilbaka og þá býr hann til nýjan himinn og nýja jörð og eyðir þessari jörð og eyðir öllu illu.
og öllu myrkri. Og það sem að Jesús að segja, hann vill ekki að sálin okkar tortímist í þessu myrkri. Og til þess að það gerist ekki, þá þurfum við að vera endurfædd og búin að taka á móti Jesú Kristi og verða þannig, öðlast þannig inngöngu með hann inn í Guðsríki. Og til lykilatriði. Svo segir í Matteus 25:46 og þeir munu fara til eilífrar refsingar en hinn réttlátu til eilífs lífs. Og það þetta eilífa líf í Guðs ríkinu og það segir í orðinu að við erum réttlætt fyrir trú. Ekki fyrir gjörður okkar, ekki fyrir þau verk sem við unnum á jörðinu, heldur fyrir trú okkar á Jesú Krist. Það talaði þennan stað helvíti í Sálmi 9:16-18. Lýðirnir eru fallnir í gryfju þá er þeir gjörðu fætur þeirra festust í neti því er þeir lögðu lengt. Svo segir hérna, hinir óguðlegu hrapa til heljar, allar þjóðir er gleyma Guði. Svo segir hérna líka í 17. versi, drottin er kunnur orðin, hann hefur háð dóm, hinn óguðlegi festist í því er hendur hans höfðu gjört. Og í öðru Þessalónikubréfi, 1. kafla 9. versi, það er líka talað hvað gerist í endatímanum og það segir Guð er réttlátur, hann endurgeldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja en veitir ykkur sem þrengingu lífið hvíld ásamt mér þegar drottin Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekkja ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottin vor Jesú. Og það er lykilsetningin. Það er hegningin fyrir þá sem að þekkja ekki Guð, syndin er að þekkja ekki Guð og þá sem hlýði ekki fagnaðar erindi drottin vorn Jesú og fagnaðar erindi er að Jesús dó á krossi fyrir syndir okkar svo við getum öðlast eilíft líf í Guðsríkinu, í himnaríki Guðs. Þetta er að mikilvægasta í kristinni trú. Það er þessi endurfæðing sem að gera það verkum að við komumst inn í himnaríki Guðs. Og hérna segir þau munu sæta hegningu eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrð hans og mætti. Þetta verður á þeim degi drottin kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eru meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutt ykkur og það er vitnisburðurinn Jesú Krist. Þeir sem trúa munu komast inn í Guðsríki, ekki hinir. En Guð er með áætlun og plan fyrir hverja einustu sál og við sem erum limur og líkama Krists, við berum líka ábyrgð á að gera það sem við getum til þess að hjálpa þessum sálum að komast inn í Guðs ríki og hluti af því er að stíga inn í óttan, er að losa sig við ótta við álit annara eða ótta við menn. Að því á meðan við erum þar, þá erum við ekki að stjórnast af heilugum anda heldur af holdinu. Við erum að stjórnast af því hvað öðrum finnst. Við þorum ekki að segja frá Jesú af því að við höldum að einhverjum finnist það asnalegt eða við séum ekki cool eða að við séum kannski bara orðin eitthvað svona Jesú-frík. Og við höfum alveg, flestar hafa hugsað það. Það tók mig tíma að komast út úr þessum hugsunarhætti, að komast út úr þessum ótta við menn og horfa á þetta megin markmið drottins og segja ok, mín dvöl hérna á jörðinni er undirbúningur minn fyrir eftirlífið. Og Jesús sagði ekki vera að safna fjársögum hérna á jörðu sem að munu eyðast. Þegar við deyjum og við förum inn í himnaríki Guðs, þá fáum við nýjan líkama, guðlegan líkama sem getur aldrei veikst eða dáið. Hugsaðu fjársögum sem þú ert að safna í himnaríki Guðs. Og það er það sem okkur verður útdeilt þegar við förum þangað og yfirgefum þessa jörð. Amen. Mér langar til að benda á Postulasöguna, 2. kafla og þar er mjög hnitmiðaður og góður texti sem fjallar þetta fagnaðarerindið, himnaríki og helvíti og hvað gerist eftir að við deyjum og ég vil benda ykkur á að lesa þennan kafla. Við náum ekki að lesa hann alveg í gegn núna, bara tímans vegna. En þar segir meðal annars
að við verðum ekki skilin eftir í helju og að við getum með öruggri vissu vitað að Jesús Kristur hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Það er það sem orð Guðs segir. Jesús er Kristur, Jesús er drottinn. Og það er þannig samkvæmt Biblíunni að laun syndarinnar er dauði. Og syndin kom í heiminn þegar maðurinn féll með Adam og Evu. Andi þeirra féll þegar þau óhlýðnuðust Guði og átu af skilningstri góðs og ills. Þau snéru hjarta sínu frá Guði og þannig komst myrkrið inn. Þannig komst illskan inn og maðurinn féll og það var andinn sem féll. Og þau voru með fallin anda. Við erum sál, andi, það er það sem við erum með líkama. Og það sem að gerist og lausnin sem að Guð gaf okkur var að senda Jesú Krist til okkar þannig að hver sem trúir á hann muni aldrei að eilífu deyja, heldur öðlast eilíft líf. Og þegar við segjum, Jesús, ég vel að trúa því í hjartanu, ég trúi því í hjartanu að þú sért drottinn og þú sért Guð og ég játa með munninum, þá kemur andi Guðs inn í andan okkar og endurfæðir hann og við fáum nýjan anda fæddan af Guði. Þannig að andi Guðs lifir innra með okkur og þannig verðum við börn Guðs. Þannig erum við fædd af Guði. En á meðan við erum ennþá með hann fallna anda sem er fullur af myrkri, þá getum við ekki farið inn í Guðsríkið. Af því að það er aðskilnaður. Það kom aðskilnaður á milli mannsins og Guðs þegar að maðurinn féll með Adam og Evu. Og þegar Jesús Kristur dó fyrir allra okkar syndir, utan allra tíma, að þá var það þessi ókeypis gjöf sem að Guð gaf okkur til þess að bjarga okkur. Og stundum þegar ég er að reyna að segja fólki frá Guði, þá er fólk að segja, já, mér finnst það pirrandi þegar aðrir eru að tróða sinni trú yfir á aðra. En ef að þú færir í bíó og myndir sjá bara bestu bíómynd sem þú nokkuð tíma að sé og hún hefði bara verið lífsbreytandi fyrir þig og gert stórkostlega hluti og þú myndir bara fara að segja öllum vinninum frá bara og verður að fara að horfa á þessa mynd, þetta bara breytti lífinu mínu. Og þá var allir bara, já, ok, geggja, ég ætla að fara að horfa á þessa mynd. En þegar þú gerir þetta og ert að segja frá Jesú Kristi, að þá kemur svona fát stundum á fólk. Og það er bara út af því að þessi heimur er fallinn og það er fullt af myrkri. Og myrkri innan með fólki er andsnúið Jesú Kristi. Þannig að við þurfum að hafa það líka í huga, ekki óttast höfnun, ekki óttast viðbrögð annara. Þetta er ekki persónlegt. Þetta beinist ekki gegn okkur. Þetta beinist gegn Kristi. Amen. Við erum réttlætt af trú. Og í 3. kafla í Jóhannesar Guðspjalli sem er að mínu mati mikilvægasta kennsla Jesú Krists þegar Jesú átti samtal með Níkódemus sem var af flokki farisea og átti sæti öldungaráði gyðinga. Og hann kemur til Jesú nótt og segir, Rabbi, við vitum að þú ert lærifær komin frá Guði, enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Og Jesús segir hérna, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Og Níkódemus skilur ekki hvað hann á við og hvað meinar með að fæðast að nýju. En það er nákvæmlega þetta sem ég var að útskýra með endurfæðingu andans og það er það sem að Jesús útskýrir þarna fyrir Níkódemusi. Þetta er eina leiðin inn í himnaríki Guðs. Það er að endurfæðast, þannig verðum við börn Guðs og þannig fyrir við beint inn í himnaríki. Og það er gert með því að trúa því í hjartanu að Jesús sé Guð og játa það með munninum og við getum öll hjálpað öðrum að stíga þetta skref. Þannig ég hvet ykkur til þess að lesa þennan kafla þetta er 3. kafli í Jóhannesar Guðspjalli og lesa þennan kafla fyrir aðra. Svo segir er þetta staðfest í bréfi Páls til Rómverja í 5. kafla 1. versi, réttlætt af trú höfum við því frið fyrir Guð og drottinn vor Jesú Krist. Og svo segir líka í bréfi Páls til Galatamanna í 2. kafla 16, en við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum heldur fyrir trú á Jesú Krist. Og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlætumst af trú á Krist en ekki af lögmálsverkum.
en það réttlætist engin lifandi maður að lögmálsverkum. Og það er þannig að þegar Jesús dó á krossi, þá uppfyllt hann lögmálið fyrir okkar hönd. Hann dó fyrir syndir okkar og afmáði öll afbrot, allt sem er rangt. Hann læknaði alla sjúkdóma, tók það á sig, tók á sig alla niðurlægingu, alla smánun, allar ásakanir, alla fordæmingu. Hann tók þetta allt á sig til þess að við sem á hann trúum þyrftum ekki að þola þetta sjálf. En til þess að við getum öðlast þetta þá þurfum við að trúa. Samfélag okkar við Guð byggir á trú. Og þannig erum við frelsuð fyrir náð Guðs og náð Guðs er Jesús Kristur. Þannig að við erum ekki dæmd eftir verkum okkar, heldur eftir verkinu sem er Jesús mann. Og Jesús syndaði aldrei. Jesús gerði aldrei neitt rangt. Og við erum dæmd eftir honum, ekki eftir okkar eigin verkum, af því að við höfum öðlast Jesú Krist og fengið hann. Og trú er ákvörðun og val. Ég beið í mörg ár eftir því að ég gæti byrjað að trúa á Guð af því ég trúi ekki á Guð. Og það var enginn sem sagði við mig, heyrðu, þú getur tekið ákvörðun og valið það að trúa á Guð. Þú getur tekið ákvörðun í hjartanu og valið það að trúa á Jesú. Það er raunverulega svona einfalt. Þú getur bara sagt, ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa Jesús að þú ert Guð, að þú ert drottinn. Og þá gerist stórkostlegasta kraftaverk sem til er, sem er endurfæðingin. Amen. Og í Efesusbréfinu 2. kafla það segir að við séum hólpin af náð. Og það segir þarna í 1. versi, þið voru dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður, samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Hérna verið að tala djöfulinn og andan sem að verkar í þeim sem ekki trúa, sem er fallni andinn, sem er fullur af myrkri. Svo segir hérna, og meðan við vorum þar, þá vorum við dauð vegna afbrota og synda. Svo segir hérna, eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. Þetta er svo ímyndað að þú komir fram fyrir dómara og hann er með bók, það sem allt að ranga sem þú gert frá upphafi er skráð. Öll skipti sem þú hefur logið, sagt ósatt, ef þú hefur haldið framhjá, ef þú hefur svikið, ef þú hefur sagt eitthvað særandi meitt, verið afbrýðisamur, dæmt eitthvað ásaka og svo framvegis. Ímyndað að þú standir fyrir fram dómara og nú að ég að dæma þig fyrir allt þetta ranga sem þú gert, allt þitt líf. Og svo allt í einu stendur einhver maður upp og hann segir, heyrðu, ég ætla að taka dóminn, ég ætla að greiða gjaldið, ég ætla að borga sektina í stað þessa einstaklings. Og það er nákvæmlega það sem að Jesús Kristur gerði fyrir mig og fyrir þig. Til þess að við þyrftum ekki að þola þann dóm. Og þetta er gjöf frá Guði. Þetta er ókeypis gjöf frá Guði til okkar allra þeirra sem að vilja þiggjana. Og það er svo mikilvægt að við séum tilbúin að segja fólki frá þessu. Útskýrta fyrir fólki. Við þurfum ekki að vera sérfræðingar í Biblíunni. Við þurfum ekki að vera predikarar eða prestar. Það segir í Biblíunni, við erum konunglegt prestafélag. Það eina sem við þurfum að gera er að vera með litla frelsisbæn, skrifa það niður eða á spjaldi í vasanum eða í veskinu. Það eina sem við þurfum að gera er að nota bænina, biðja fyrir sálum í kringum þig. Ekki gefast upp á að biðja fyrir fólki sem hefur ekki tekið á móti Jesú. Og það mun gerast að Jesús kemur aftur til jarðarinnar. Og þá mun hann hrífa burt alla frelsaða menn með sér og fara með þá inn í himnaríkið, inn í Guðs ríkið sitt. Og það er það sem ég trúi því, og þetta er ekki eitthvað sem stendur í Biblíunni, að Jesús mun ekki koma aftur fyrir að alla sálir séu búin að frelsast. Það segir í Biblíunni að hann mun ekki koma aftur fyrir að alla sálir hafa fengið tækifæri til að frelsast með því að heyra fagnaðarerindið, en ég trúi því að Guð muni ekki skilja eftir neina sál. Þannig að ef við viljum að Jesús komi fyrr, þá þurfum við að bretta upp ermarnar og moka þessum sálum
inn í Guðsríki. Drífi í þessu. Og svo er mjög gaman að því að nú ætlum við að fara í hugleiðslubæn, en ég er með fullt af fleiri versum, og svo er fyrirbæn, þar sem við ætlum að biðja fyrir lækningu. En það er mjög gott að lesa dæmisögurnar í Mattheusar Guðspjalli í 13. kafla, þar sem er talað undir yfirskriftinni illgresi sáð og líkt fjársjóði perlu netu, og svo vill ég minna á Rómverjabréfið 10. kafla 9. vers, þar sem að segja sá sem trúir í hjarta sér að Jesús er Guð og játar það með munninum, hann verður hólpinn. Og þetta er kjarninn í frelsisbæninni. Þannig að amen. Þá ætlum við að fara í smá hugleiðslu og bæn, og í þessari hugleiðslu þá ætlum við að fara með þessa frelsisbæn. Þannig að ef það er einhver að horfa núna eða seinna þegar þessi lestur fyrir á netið og hefur ekki nú þegar stigið þetta skref að taka á móti Jesú og endurfæðast, þá ætlum við að gera það núna í þessari bæn. Og það er svona hermibæn, þannig að ég byrja á að segja og síðan segir þú eftir mér, og það eina sem þarf er einlægt hjarta. Eina sem þarf er að þú vilt endurfæðast og vilt öðlast eilíft líf í Jesú Kristi. Og síðan eftir það þá ætlum við að biðja fyrir lækningu og við ætlum að biðja gegn öllu myrkri, kvíða, ótta og óöryggi og biðja heilagan anda að lækna það og gefa okkur dirfsku og kjark og hugrekki. Við ætlum líka að bara velja það að lifa í andanum, lifa í ljósi Guðs, sem er þessi kærleikur og þessi friður og þetta heilbrigði og allt þetta góða fallega sem kemur frá Guði. Og síðan ætlum ég að biðja fyrir því að við séum að bera ríkan ávöxt í Guðsríkinu líka. Ekki bara að safna pening eða heiðri meðal manna eða að fá stöðuhækkun í vinnunni eða það sem við gerum hérna í efnisheiminum, og auðvitað viljum við gera það líka, heldur líka við sem að safna fjársjóðum á himni. Amen. Þá megum við bara að slökkva hérna ljósi, eða svona aðeins að dempa. Og þá ætlum ég bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir, hvort svo situr eða liggur. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að þú lætur heilagan anda biðja í gegnum mig. Ég biðja að smyrja varir mínar og tungu mína þannig ég megi eingöngu segja það sem er í samræmi við þinn vilja, Jesús. Og við ætlum að byrja á því að fara með frelsisbænina og þið megi endurtaka eftir mér. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Drottinn. Ég trúi því, Jesús, að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndir mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn. Takk fyrir að ég er þitt barn. Að ég lifi í þínu ljósi. Í þínum kærleika. Alla eilífð. Í Jesú nafni. Amen. Og nú ætlum við að fara yfir í hugleiðslubænina. Já, Drottinn, ég bið fyrir hverjum og einum sem er hér í kvöld. Og ég bara bið að sá sem hlusti opni hjarta sitt núna fyrir þér, Jesús, og hleypi þér inn. Og í Jesú nafni þakka þér fyrir að þú fyllir hjarta okkar að ljósinu þínu, orðinu þínu. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú gefur okkur hungur eftir orðinu þínu.
Í Jesú nafni þakka ég fyrir að þú gefur okkur viskuna þína, spekina þína og að þú gefur okkur opinberun hver þú ert, þig. Í Jesú nafni þakka ég fyrir að þegar þú dóst á krossi, þá tókstu á þig alla sjúkdóma, öll veikindi og allt óheilbrigði. Og þú gafst okkur lækninguna þína í Jesú nafni. Að það þinn fullkomni vilji Drottinn að börnin þín séu heilbrigð, frjáls og hraust. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú flæðir inn í þau hjörtu sem að hlusta núna í kvöld og þú rekur burt allan ótta, allan kvíða og allt óryggi. Og það kemur friður, það kemur fullvissa og það kemur hugrekki, dirfska og kjarkur. Til þess að segja frá þér, Jesús. Til þess að segja frá fagnaðarerindinu. Til þess að tala það sem mestu máli skiptir, sem ert þú, Jesús. Og í Jesú nafni þá bara kem ég gegn öllum ótta við menn og í staðis kemur fullvissa og friður og hugrekki. Börn Guðs þjóna ekki mönnum, heldur þér einum Guð. Í Jesú nafni lýsi ég því yfir að hver sá sem að hlustar á þetta fyllist heilugum anda og framvegis þér nákvæmlega sama hvað öðru fólki finnst eða kann að finnast eða hefur fundist. Af því að þú veist hver þú ert í Kristi. Þú ert konungborinn. Þú ert konunglegur prestur. Þú ert sonur eða dóttir sjálfs Guðs almáttugs. Þú ert hluti af konungsfjölskyldu þess sem að skapaði allan heiminn og alla veröldina. Og Guð hefur gefið þér vald, Guð hefur gefið þér heimild og Guð hefur gefið þér hlutverk. Og Guð vill að þú sjáir þig í réttu ljósi eins og hann sér þig.
Í Jesú nafni stígðu inn í það hlutverk sem Drottinn hefur fyrir þig núna. Og það bara brotna af þér bönd og hlekkir í Jesú nafni. Í Jesú nafni þá flýja frá þér fíknir, kvíði og ótti. Af því að Guð hefur gefið þér aga og styrk. Og ég tala þetta inn í hjarta þess sem hlustar núna. Í Jesú nafni þá fara út öll skurgoð og allir hjáguður núna og Drottinn fyllir hjarta þitt. Drottinn einn fyllir hjarta þitt. Og það er ekkert í þessum heimi sem að hefur vald yfir þér nema Drottinn einn, Jesús Kristur. Og við beygjum okkur undir þitt vald, Drottinn. Og við gefum okkur algjörlega á þitt vald núna. Þessi heimur á ekkert í þér. Og nú ætlum við að bara eiga hljóða stund með Guði. Bara sitja smá stund í hans nærveru. Ég ætla að biðja alla það sem er að hlusta að setja vinstri hendina hérna á hjarta sitt. Og bara segja upphátt í Jesú nafni. Jesú nafni. Ég er heil. Ég er heill. Í Jesú nafni. Jesú nafni. Ég er læknuð. Ég er læknaður. Í Jesú nafni. Jesú nafni. Ég er örugg. Ég er öruggur. Í Jesú nafni. Jesú nafni. Ég er frjáls. Ég er frjáls. Í Jesú nafni. Jesú nafni. Eitthvað stórkostlegt. Eitthvað stórkostlegt. Er að fara að gerast. Er að fara að gerast. Í mínu lífi. Í mínu lífi. Amen. Amen. Amen.